Á hverju ári keppt köku ársins. Hverjir eru eftir að standa fyrir þessari keppni, kaka ársins? Det Landsladbak. Já, landssamband bakara meistara, eitthvað svoleiðis, eða ekki? Já, segjum það. Og ég með honum Karsten sem bakari í Sauðárkróks bakari og hann var svo ofboðslega klár að lenda í 3. sæti í þessari keppni fyrir árið 2022 og við erum með þessa glæsilegu köku, Karsten, til hamingju, fyrsta lagi. Takk fyrir. Sko, þetta ekki bara einhver kaka? Nei, þegar hugmyndin var ég að fá, sko, þú veist, Íslendingar finnst gott, sko, kókos, kókosbollur, svo var maður svo líka svo aðeins lengra fram og lakrís. Lakrís, já, það er mjög klassískt íslenskt, já, rétt. Og svo kom það bara hugmyndin með að pröfa bakaða súkkulaði líka, hvít bakaða súkkulaði í kökunum. Já. Svo var það svona crème brûlée feeling. Var ekki einhver svona takmark að maður ætti að nota? Menn átti að nota sko crème brûlée. Já. Það er eitthvað svona bland, svona tilbúið. Okay. Og svo ákveði að pröfa að gera það með hvítbakaða súkkulaði. Okay. Það var svolítið svona karamellur feeling í það, sko. Já. En hvað það sem maður sko byrjar að spá í þegar maður ætlar að búa til glænýja köku? Það er fyrst að fá hugmyndun, sko, og ég er alltaf að spá í eitthvað kökur og eitthvað svoleiðis. Hvað ekki að sækja hugmyndum og ég fá hugmyndir alls staðar frá, sko, þetta ekki að vera uppskriftir frá mömmu eller þú veist, ég fara mikið á YouTube og skoða líka og þetta er alls staðar frá, sko. Ertu að taka mikið svona danskt inn í þitt eða? Ekki sérstak, sko, ekki í þessi skipti hérna. Nei. Það var meira bara svona, þú veist, búin að búa það í umkring svona 20 ár og já, svona þegar var svona smá að spá í hvað Íslendingar var að fíla mikið, sko. Kannski var að hugsa bara meira eins og Íslendingar. Já, kannski eitthvað svoleiðis. Já, áhugavert. Sko, ok, það sem ég sé hérna er sem sagt, kókos í botninu. Það er kókosbotn. Já. Og svo er það lakrís, svona tröfful. Ok. Og svo har ég búin að leika með smá sesam, restað sesam í sykur. Sesam? Já, sykurrestað sesam. Og svo er það svona kókosbollu rjóma. Og svo kemur það svona, þessi bakaða súkkulaði með crème brûlée. Og svo er hann svo hjúpað í með, hann er frosinn, búin að hjúpa hann með súkkulaði. Ok, ertu búin að smakka hann sjálfur eða? Já, ég er búin að smakka hann nokkuð skipti. Já, ok. Er þetta besta kaka sem þú búið til? Ég hef búin að gera svolítið mikið af kökum, sko, gegnum árunum, en þetta er kannski topp 3, sko. Eina topp 3? Já, alltaf. Ok. Hefur gaman að því að horfa á annað fólk borða kökuna sem bjóst til? Þetta truflar mig alls ekki neitt, sko. Viltu sjá mig borða kökuna? Já, endilega. Endilega að fá ykkur. Já, takk. Mjög góð. Takk að þér. Gott að hafa lakrísbragðið. Það er alveg. Það er svona. Alltaf pínu vandræðalegt að borða þessi sjónvarpið, en þú veist, við bara höldum áfram. Áfranga. Fyrst var það forkeppni og ég var að hafa með þess að sjálfsögðu að smaka hann líka og fá hugmyndunum og breyta smá til og svo var ég svo heppinn að koma í úrslit og það má svo breyta smá, sko, svona eftir þú komin í úrslit, ekki mikið, ekki upp á bragðið, kannski smá með útliti eða skrautið og kannski aðferð og eitthvað svoleiðis. Það er náttúrulega ekki heppni að lenda í úrslitum. Nei. Nei, það er af því að maður gerði vel, sko. Já. Já, einmitt. Þú ert kannski svolítið hógvær, mögulega. Já. Aha, ok.
En sko, hvað varstu lengi að þróa þessa köku? Var þetta komið til þín bara strax eða var þetta mikið? Ég var í raun og verið búinn að spá í ekki að fara í keppninu, sko. Ok. Þegar mér fannst ég var svolítið, hefði ekki alveg búinn að hafa neina hugmynd sem svona og sá maður svo kvarta svona smá til að pröfa og fór heim að hugsa þig aðeins og já. Og var svo spurði aftur og jú, kýla bara á, ekki má, ég kom með hugmynd. Já. Og svo var það bara, svo haldi maður bara á, svo haldi boltinn bara áfram að rúlla, sko. Svo var ég komið svona hérna út. Já. Er þetta eitthvað svipað eins og hjá, sko, öðrum listamönnum sem að til dæmis skrifa bók eða eitthvað, að lendi í svona ritstíflu eða eitthvað? Já, þú veist, ég held að sömu í fjölskyldinu áðin að vera svona það er komið gott núna, Karsten. Þannig við erum búin að fá að smakka svolítið oft. Við erum búin að nota fjölskyldur mikið í að smakka, sko. Já, einmitt. Ég skil. En það er svo sem alveg til margt verra heldur en að þurfa að smakka kökur, sko. Já. Ég vorkenni ekkert mikið. Já. En bara aftur til hamingju með þetta. Já. Og þessi kaka verður náttúrulega bara til sölu hérna hjá ykkur. Já, hann verður til sölu núna hérna. Og upplagt fyrir bóndadaginn. Bóndadaginn, já. Já. Mjög upplagt. Ég veit allavega ekki neina bónda sem eru ekki hrifnir af kökum, sko.